Benedikt Rúnar Guðmundsson. Benni, loksins er komið heimaleikur á stelpunum. Hittað upp fyrir leikina á móti Keflvíkingum daginn, það fór allt í vaskinn. Við erum ekkert að fara að láta neitt gerast núna. Nú ætlum við að taka á móti Káringum á laugardaginn. Já, KR í heimsókn og já, þetta eru svona kannski 3 lið svona sem er kannski að berjast að komast upp og KR er eitt af þeim, við og Breiðablik, þannig að þetta er gríðarlega mikilvægur leikur. Það pressan svolítið mikið á okkur nú, eða ykkur, við skulum segja bara okkur, liðar á toppnum. Þannig að nú, það vilja allir vinna á toppliðin. Já, þetta er bara, bara 4. stiga leikur, ekkert minna, þannig að þetta er sigur á laugardaginn í þessu leik kemur okkur í ansi vænlega stöðu. Þannig að við þurfum að vera virkilega tilbúin í þennan slag. Þráttur það að við séum búin að vinna KR tvisvar í vetur, þá hjálpar það ekkert í leiknum á laugardaginn, nema bara það að svo vitneskja að vita á getrunu en KR-ingar eru sýndu en ekki gefin. Já, það er engin leikur unnin fyrirfram og þó það hafi gengið vel í það sem hafi verið, þá er það engin ávísun á einhverju örugga sigra í framhaldinu. Þetta er bara, þessi leikir hafa dottið með okkur, sérstaklega kannski leikurinn í KR-heimilinu sem kannski datt aðeins með okkur. Þannig að þetta verður bara barátta og KR þarf nauðsynlega á sigra haldi í þessu leik til þess að vera í þessari baráttu að vera í topp 2 og það sem að efstu 2 liðin fara í úrslit. En maður sér á hópnum hérna hjá okkur að það er rosaleg stemming í hópnum núna. Það greinilega komið með svona ekstra sjálfstraust. Já, það er svona, þegar gengur vel að þá svona stemningin oftast góð og sjálfstrausti fylgir. Þannig að mér líst bara vel á hópinn núna en auðvitað er maður alltaf smeykur fyrir svona leiki að það er fín lína að vera með sjálfstrausti í lagi og vera sér með ómikið að því og farin að vera fullt kokki, þannig að við vinnum þetta ekki ef við ætlum að halda þetta að koma sjálfum sér bara því við erum svo æðisleg. Við þurfum að hafa virkilega fyrir þessu ef sigur á að nást. Það náttúrulega væri stórhættulegt ef að láta sjálfsöryggi hlaupa með sig svo langt að þetta færi út í hroka og þú vinnur ekkert á því. Nei, þá verður okkur skellt á jörðina og ég meina KR var spáð fyrir ofan okkur fyrir tímabilið og eru með fínt lið. Þannig að við þurfum að hafa okkur öll við til þess að klára annan leik. En þetta verður bara 50-50 leikur eins og þessi toppbaráttu slagir eru í fyrstu deild kvenna. Eins og þessi leikir hafa verið í vetur, bæði innbyrðis við KR og Breiðablik, þá hafa þetta verið jafnir leikir, þannig að við mögum bara búast í því áfram að það verði barátta frá fyrstu mínútu. Já, það verður það. Bara, þú veist, þessi leikur er mikilvægur fyrir okkur, hann er ennþá mikilvægari fyrir KR og tapið hérna á laugardaginn, þá er kannski staðan orðið þannig að það er orðið erfitt fyrir þær að ná í topp 2. Þannig að þær eru bara að mæta hérna í úrslitaleik, þannig að það er eins gott að við séum tilbúin. Og þá kannski líka eins gott fyrir okkar stelpur að þó að sjá toppnum núna að líta á þennan leik sem algjörn úrslitaleik. Já, þetta er ekkert annað, þetta er bara sigur hérna á laugardaginn, hann fer með okkur nána svona langleiðina í loka úrslitin, þannig að það er því frábært að klára annan leik. Við verðum að hvetja áhorfendur til að mæta og það er nóg pláss í síðuskóla, þannig að að gera að koma og horfa hérna á 2 góð lið spila körfubolta. Já, 2:30 á laugardaginn og toppslagur, þannig að það sem allt er undir. Þannig að þeir verða allavega ekki mikið stærri leikinnin í þessari deild. Og það verður engi fyrir vonbrigði sem mætir á körfuboltaleik? Nei, þetta er alltaf skemmtun, misjafnlega mikil, en ég held að verða engin svikin að því að þessar stelpur að leggja líf og sál í þessa leiki, þannig að fólk kann að meta svoleiðis. En ég segi bara gangi ykkur vel og takk fyrir spjallið. Takk fyrir umleiðis.